Í ár eru 50 ár liðin síðan að vökudeildin var stofnuð í þeirri mynd sem hún er núna og þetta eru mjög merk tímamót sem við viljum fagna og kynna svolítið söguna og aðdragandann að því hvers vegna var vökudeildin stofnuð og hverjir kom að því. Vökudeildin þjónustar alla nýbura á landinu sem þurfa sérhæft eftirlit og meðferð eftir fæðingu þannig, og er eina deildin sinna tegundur á Íslandi þannig að hingað koma öll börn sem þurfa eitthvað stuðning eftir fæðingu. Já, það var kannski ekki mjög mikið annars þau akkurat á þeim tíma. Það var annars vegar hér á fæðingadeildinni og gömlu fæðingadeildinni, svo við köllum það, sem munum eftir og þekkjum til. Og það var eitt herbergi þar sem voru kannski 4 hitakassar. Það var hægt að gefa þeim súrefni og gefa þeim næringu gegnum sondu. Það var hægt að skipta blóð í börnunum ef blóðflokkar misræmi var að ræða. En það var eiginlega alltaf sumt. Og það er í raun og veru ekki farið að hugsa þessa hluti fyrr heldur en eftir 1960. Þegar að Gunnar Bering, barnalæknir, kemur frá Minnesota, þar sem hann hafði verið í námi í barnalækningum. Hann fór að ræða þessa hugmynd við mig. Og ég vil segja það að ég hafi verið svo lánsöm að átta mig á hverslags ævintýri þetta var sem Gunnar var að tala Þeir voru miklu vinir, Gunnlaugur Snædal sem var yfirlæknir á fæðingadeildinni og Gunnar Bering sem var sá sem sinnti börnunum, hafði verið ráðinn til starfa til að sinna börnunum, fyrst á kvennadeildinni og síðan bara að barnaspítalanum. Og þeir taka saman höndum og fá fólk í lið með sér. Þannig að ákveðið er að setja af stað vökudeild. Og það er ákveðið strax í upphafi og hún skildi verða í þessu nýju kvennadeildarhúsnæði en tilheyra samt barnaspítala hringsins. Það bara var gerbreyting á allri umönnun og öllum niðurstöðum, öllum útkomum hjá okkur. Ungbarnadauði sem er dánartíðni fyrstu 12 mánuði lífsins, að hann hefur verið svo allra lægsti hér á landi og við hefum verið nánast undantekningarlaust meðal þeirra 5 þjóða sem við berum okkur saman við sem hafa verið með lægstan ungbarnadauða. Vökudeildin á trúlega stærstan þátt í því en það eru aðrir þættir sem skipta miklu máli og má þar nefna mæðraeftirlit, fæðingarþjónustu og ungbarnaeftirlit. Þróun hefur verið stöðug en ef ég á nefna eitt sem skiptir mestu máli, það var árið 1990 þegar að við gátum farið að gefa börnum svokallaðan surfaktant ofan í lungun sem að flýtti fyrir lungnaþroska barnanna en vanþroska lungu og öndunarfærasjúkdómar er ein helsta ástæða þess að við náum ekki að bjarga minnstu fyrirbörunum. Starfsmennir, fyrst og fremst. Og auðvitað allt sem fylgdi þessari starfsemi, það eru ný lyf og ný tæki og allt mögulegt svoleiðis. Og svo eru það hringskonur sem að hafa alltaf verið okkur mjög innan handar með alla hluti sem að við höfum þurft á að halda og í raun og veru hafa þær alltaf sagt að það er ekkert of gott fyrir börnin. Ef eitthvað er til sem að hjálpar börnunum, þá erum við til. Okkur finnst mjög mikilvægt að hugsa nýburan og fjölskylduna sem eina heild og viljum hlúa að þeim í þeirri einingu sem þau eru og þetta getur oft verið svolítið krefjandi í okkar umhverfi að geta tryggt að börnin séu hjá foreldrum sínum þrátt fyrir það að þurfa gjörgæslumeðferð. Foreldrarnir eru mikilvægasti aðilinn í þessu sambandi þó svo að við reynum að gera það sem við getum til þess að styðja við það.